Komið sæl og blessuð. Nú skulum við halda aðeins áfram að fara í fótspor Páls postula og skoða hverja hann hitti, hvaða aðilar það voru sem að létu frelsast, tóku trú og gengu til liðs við hann. Og það svolítið athyglisvert og ég ætla að fá að benda ykkur á nokkur atriði varðandi það hvernig menn gengu til liðs við Pál postula. Og ég byrja á postulasögunum 17 og 18 og það sagt þetta mjög einfalt, bara stutt setning sem segir: eftir venju sinni gekk Páll inn til þeirra og 3 hvíldardaga ræddi hann við þá og lagði út af ritningunum, og svo segir: nokkri þeirra létu sannfærast, þetta 4. versið í 17. kapitúlunum, nokkri þeirra létu sannfærast og gengu til fylgis við Pál og Sílas, auk þessi mikill fjöldi guðrækjanna Grikkja og mikilsháttar konur eigi allfáar. Svo einhver ávinningur varð af þessari trúboðsstarfi Páls, og við sjáum að þetta ekki endilega sagt í þúsundatali eða eitthvað slíkt sem að tengist, heldur nokkrir og eigi allfáir Grikkir. Þetta atriði bendi til þess að áhrifana af ræðu Páls gætti mjög snarlega og strax, og við fáum líka að fylgjast með að fólki sem að tók þátt eða tók við hjá Páli postula, það var ekki bara að taka við til þess að ganga í félag við hann eða vera í einhverju svona klíku smá tíma og smá bænahóp og svo eru farnir eftir ári eða þess áttar. Og mér langar til þess að við eyðum þessum tíma í að fylgja þessu fólki eftir sem að hér nefnt og jafnvel ekki nefnt á nafn, en við bendum á hvað úr því varð og hvað gerðist. Seinna í 17. kapitúla postulasögunnar þá segir í 13. versinu: en gyðingar í Þessalóníku fréttu að Páll hefði einnig boðað orð Guðs í Beróíu, komu þeir og hleyptu líka ólgu í múginn þar. Og við sjáum að þetta atriði hafði auðvitað þá í för með sér að menn voru ekki alltaf ánægðir og sáttir við það sem að Páll postuli var með. Enn fremur segir: margir þeirra tóku trú og einnig Grikkir, ekki allfáir, tignar konur og karlar. Og þegar ég skoða þessi mál þá sé ég að það var alltaf að bætast við í hópinn. Þegar Páll postuli predikaði og gaf orð Guðs, þá hafði orð Guðs lífgandi áhrif á þá sem að heyrðu. Og nú ekki verið að tala um að guðfræði þeirra hafi verið svo glögg eða þeirra hafi þekkt svo mikið ritningarnar. Nei, alls ekki. Það var bara þetta merkilega atriði hver Jesús Kristur var og Hann leið, hann fór á krossinn, hann var lagður í gröf og hann reis upp til þess að þú og ég mættum eiga hlutdeild í hans eilífa lífi. Hann var gjörður að synd okkar vegna, en fyrir trúna á hann þá megum við verða Guðs börn hans vegna. Og hér erum við komin að kannski kjarnan við því sem Páll postuli var að boða. Ég fer aðeins með ykkur inn í 18. kapitúlan og þá erum við komin til Kórintu, og þá segir í 1. versunum í þeim kafla: þar hitti hann gyðing nokkurn, Akvílas að nafni, ættaðan frá Pontus, nýkominn frá Ítalíu, og Priskilu konu hans, en Kládius hafði skipað svo fyrir að allir gyðingar skyldu fara burt úr Róm. Og af þessu getum við séð að bæði Akvílas og Priskila hitta Pál postula í Kórintu. Þau voru líklega kristin, allavega þekktu þau veginn, og þeim verður þarna, þau tengjast, og svo þetta að sjá það í gegnum söguna að þau verða ævarandi vinir upp úr þessu. Akvílas og Priskila, þetta merkilega fólk sem við eigum aðra sögu Ég ætla aðeins líka að benda ykkur á stórmerkilegt atriði sem að kemur hérna fram í öðru þætti, og það þegar Páll að skrifa kveðjur til safnaðarins í Kórintu. Og við förum í Kórintubrefið fyrra, og í 16. kapitúlunum þá sjáum við að Páll, hann ritar ákveðin nöfn og biður að heilsa þeim og skila þeim kveðju. Og þar sagt líka til dæmis: ef Tímóteus kemur, þá sjáu til þess að hann geti óttalaust hjá yður verið.
þá hann að tala til safnaðarins í Kórintu. Og hann segir líka hérna í 19. versinu, söfnuðir í Asíu biðja að heilsa yður, Akvílas og Priska, ásamt söfnuðunum í húsi þeirra, biðja kærlega að heilsa yður í Drottins nafni. Söfnuðir í Asíu, þeir þekktu þess vegna heimili Akvílasar og Prisku í Kórintu og sendu kveðju til þess heimilis, báðu blessunar yfir heimilið. Og þetta svo merkilegt að Akvílas og Priskila, sem eru þarna í Kóruntuborg, þau eru eins og leiðtogar safnaðarins í Kórintu, þau fá þetta líka frá Páli. Ef Tímóteus kemur, þá sjáu til þess að hann geti óttalaust hjá yður verið. Hvaðan kemur þessi Tímóteus? Og það þetta að spyrja náttúrulega auðvitað og breyta ýmsu og að athuga ýmislegt varðandi þetta atriði. En fyrst Tímóteus að getið hér í Apostolasögunni 16, upphaf af þeim kafla. Og þá segir, hann kom til Derbe og Lýstru. Þar var lærisveinn nokkur, Tímóteus að nafni, sonur trúarar konu af gyðingaætt, en faðir hans var grískur. Bræðurnir í Lýstru og Íkonium báru honum gott orð. Þannig að strax Tímóteus kallaður til sögunar í Apostolasögunni 16. Við vitum af honum í Apostolasögunni 18. Við vitum af honum í Kóruntuborg. Og þessi ungi maður, hann fær allavega gott orð. Og ég held að það sé alveg tilefni fyrir okkur í dag að dvelja við þessa aðila, Akvílas, Priskulu, Tímóteus, og sjá hvað þeir hafa haft fram að færa. Hvað hefur fylgt þessu fólki? Því að ég er alveg sannfærður það að hluti af þessu merkilega máli var að Páll postuli, hann fékk rétta aðila og hjálp frá fólki til þess að vera með sér í þessu uppbyggingastarfi. Og nú ætlum ég aðeins að fá að segja ykkur það að ég er sannfærður það. Það er hlutverk kirkjunnar og það er hlutverk safnaðarins að ganga fram í því að hjálpa mönnum til betri vegar. Hjálpa mönnum til þess að vaksa og dafna og þroskast og fara úr þeim farvegi sem við vitum að er til bölvunar og fara inn í farveg sem við vitum að er til uppbyggingar. Til þess að aðeins að benda ykkur betur á það sem að ég sé í þessum málum, þá ætlum ég að einmitt að ítreka við ykkur eina ferðina bara, eitt skipti í viðbót, þegar er sagt að mikill fjöldi guðrækinna Grikkja og mikilsháttar konur eigi allfáar, gengu til liðs og fylgdu þeim. Það er ekki þar með sagt að þau hafa verið algjörlega með kristna hugsun og kristi lífsmáta í gegn. Nei, við sjáum líka að það kemur fram í því að margir þeirra tóku trú, einnig Grikkir, ekki allfáir, tignar konur og karlar. Þetta var fólk sem lifði Guði og lifði heilugum anda að móta svolítið skoðanir og háttalag sitt. Og ég fer með ykkur inn í Kórintubréfið og við skulum fara inn í 7. kapitulan. Þetta hefur verið afskaplega umdeildur kafli og hann á hérna erindi til okkar vegna þess að hann er svo að segja svolítið mikið við okkur. Og þá segir Páll postuli þetta alveg hiklaust, eða vitið þér ekki að hinir heilugu eiga að dæma heiminn. Og þetta er annað versið, þannig að hinir heilugu, þeir hafa fengið hlutverk hjá Páli postula til þess að dæma heiminn. Við heyrum nú gjarnan dæmið ekki til þess að vera ekki dæmdir. En hér kemur Páll postuli með annað inn í þetta að við höfum hlutverk að dæma heiminn. Og sjáu hvernig hann heldur áfram. Og ef þér eigið að dæma heiminn, eru þér þá óverðugir að dæma í hinum minnstu málum. Og Páll er auðvitað skírskota til okkar kristnu að við eigum að hafa góða dómgreind. Og Tímóteus, hann er kynntur til sögunar sem einn af þessum öðlingum, hann hefur gott orð á sér, eins og ég segja, og þeir tóku honum vel og fagnandi, og Tímóteus er alveg greinilega einn af þessum mönnum sem að Páll ætlaði að nota. Og Páll, hann veit að það þarf að hjálpa manninu, Tímóteusi, til þess að fá aðgang og fá viðurkenningu og enginn verði til þess eins og að hafna því sem að Tímóteus hefur að segja. Og takið eftir, við skulum aðeins að fara inn í hvers konar söfnu Tímóteus er að vinna í. Hann sem átti að hafa dómgrindin í lagi, hann sem átti að geta dæmt hvað það tímaleg efni, andleg efni og annað þess aftar. Vitið þér við eigum að dæma engla, segir Páll postuli,
Og svo segir hann, og ég fer hérna aðeins neðar, og það er 9. versið. Viti þeir ekki að ranglátir mun ekki Guðsríki erfa. Villist ekki, hvorki munu sérlífismenn, né skurgóðdýrkendur, hórkallar, né kynvillingar, þjófar, né ásælnir, drykkjumenn, lastmálir, né ræningjar, Guðs ríki erfa. Og þetta voru þér sumir yðar. Og hér sjáum við þá að í söfnunum í Kórundu var fólk frá þessum uppspuna eða uppruna. Það var fólk sem einmitt kom úr svona kringumstæðum að þau höfðu verið í saurlífi, kynvillu, þjófnaði, ásælni, drykkju, lastmælgi. Þetta var fólkið sem við sjáum að er greint frá í bæði Kórundubréfi 17 og 18 sem nokkrir frelsuðust. En það mikilvæga, það er einmitt að þetta fólk var frelsað og það hafði breyst. Þetta voru þér sumir yðar, en þér létu laugast, þér eruð helgaðir, þér eruð réttlættir fyrir nafns drottins Jesú Krists og fyrir anda vors Guðs. Og hverjir sáu að vinna í þessu fólki til sáluhjálpar og til uppbyggingar? Við vitum Akvilas og Priskilu, við vitum Tímoteus. Þetta var fólki í Kórundu sem vann að því að þessar sálir sem höfðu verið undir valdi syndar og dauða fengu ekki að erfa Guðs ríkið, þær fengu núna náð fyrir Jesúm Krist til þess að taka þátt í því að Jesús Kristur fengi að byggja sig upp. Og þá erum við komin að þessu merkilega máli og ég ætla aðeins að fá að benda á Postulasöguna 16. Þá erum komin þessu merkilega máli með Tímoteus að Páll vildi hafa Tímoteus með sér því hann leist vel á hann. Og það segir í 3. versinu, Páll vildi hafa hann með sér og umskar hann sökum gyðinga voru í þeim byggðum því að allir vissu þeir að faðir hans var grískur. Og þó að það hafi farið gott orð af honum að þá vissi Páll að það gátu verið svona áleitnar svona sterkar trúarglímur. Og menn voru ekki endilega á eitt sáttir þó þeir væru kristnir. Og það voru ýmsir þrýstihópar og ýmsar leiðir lagða fyrir okkur og menn áttu að gera ýmist þetta eða hitt og það voru deilur alls konar atriði meðal annars umskurð. En kristin trú hefur ekki verið svo trú sem hefur boðað mönnum umskurð. Hún hefur boðað þér að þú væri laus og þú væri frjáls og þú væri frelsaður vegna trúarinnar á Jesúm Krist. Og það var það sem að til dæmis Martin Luther uppgötvaði að réttlættir fyrir trú eigu við því fyrirgefningu syndana. Og þegar þeir menn, siðabótamenn sem við kölluðum, eins og Martin Luther og Zwingli og Calvin og aðri þeir sem voru upphafsmenn vakningarinnar á miðöldum, þá voru nokkur atriði þeim alveg svona eins og grunnatriði. Þeir til dæmis sögðu sola scriptura, aðeins ritningin, og sola gratia, aðeins fyrir náð. Þannig að sola þýðir bara einn, það er eins og solo. Og þá sjáum við að þessir aðilar á miðöldum, þeir voru mjög áþekkir Páli postula með áherslur. Þeir tóku fyrst og fremst mark á því sem orð Guðs sagði. Það sem að ritningarna töluðum, það er andinn safnaðarins í dag. Og ég held þess vegna að við höfum gott af því aðeins að fylgja Tímoteusi eftir. Og mér langar til þess innmitt að við notum afganginn af þessum þætti til þess að fylgja því eftir sem Páll postuli hefur kennt Akvilasi og Priskilu og Tímoteusi og þau fengu síðan að boða í söfnunum í Kórundu. Svo það er ekki ástæðulausu að við tökum þetta vegna þess að þetta er hið sama eðli, hinn sami andi og var í upphafi. Það er ekki að segja að þetta hefur bara forn átrúnaður. Þetta var ekki átrúnaður sem á ekki við í dag. Þetta var átrúnaður í upphafi kristninnar sem einkennir kristna lífsmátan í dag. Og það finnst mér vænt að við getum einmitt talað þennan kristna lífsmáta. Að þú og ég skiljum hvað er hér í gangi og tökum nú eftir. Sjáu hvað þetta er merkilegt. Ég ætla að fara með ykkur í Postulasöguna 17, vers 14 til 15. Þá segir, þá sendu bræðurnir jafnskjótt með Pál af stað til sjávar, en Sílas og Tímoteus urðu eftir.
Leiðsögumenn Páls fylgdu honum allt til Aþenu og sneri aftur með boð til Sílasar og Tímóteusar að koma hið bráðasta til hans. Og þetta segir mér að Páll postuli, hann eiginlega var þeim háður, vináttulega séð. Hann þurfti fyrst og fremst á þessari uppörfun sem þessi ungu menn höfðu, bæði Tímóteus og Sílas, og hann vildi endilega hafa það með sér. Og þetta ekki ónýtt veganesti hvað Tímóteus skipti miklu máli fyrir hann Pál postula. Svo ætla ég aðeins að fara með ykkur nú inn í Tímóteusarbréfin, og ef við skoðum það merkilega atriði, skulum bara kannski áður við förum þangað, þá flettum við bara í Rómarbréfi 16 og ég bara svona milli lenda þar, vegna þess að þar kemur skemmtilegt atriði og innlegg við hann Tímóteus, og þetta segir mér hvað Páll postuli hafiði mikla unun af þessum góðu bræðrum. 21. kaplinn, eða 20. versi í 16. kapitula. Náð Drottins og Jesú Krist sé með yður, segir hann. Svo segir hann Tímóteus, samverkamaður minn, Lúkíus, Jason, Sósípater, ættmenn mínir biðja heilsa yður. Og þá sjáum við að Tímóteus, samverkamaður, hann var áður einn af þeim sem var tekin inn í Þessalóníku, hann var skilinn eftir í Kórintu til að byggja upp söfnuðinn, og í Rómaborg, þegar Rómarbréfið kemur, þá sjáum við Tímóteus þar. Svo lýsa Tímóteus, hann hefur örugglega verið nálægur Páli postula meðan Páll var í fangelsinu í Róm. Hann hefur eflaust verið bara þjónn, hann hefur verið boðberi, hann hefur farið í sendiferðirnar, hann hefur komið bréfin sem að Páll var að flytja og flutt þau og skrifað ýmislegt fyrir Pál postula. Þannig að Tímóteus var mjög gagnlegur samþjónn þessa aðila. Og hann að finna í Kórinthubréfinu, eins og ég sagði, og í söfnunum í Kórintu, og svo förum við bara úr þessu í bréfin sem Páll postuli skrifar til þessa eina manns, Tímóteusar. Tímóteus var ungur maður, og þegar Páll ritar þessi 2 bréf, fyrra og seinna Tímóteusarbréfið, þá hann alltaf að brýna Tímóteus. Og nú ætlum ég aðeins að fá að taka svona glefsur úr bréfinu, og við förum í fyrra Tímóteusarbréf, 1. kapitula, og ef þið hafið biblíuna með ykkur, endilega lesið með, sjáu þetta. 3. versið. Þegar ég var á förum til Makedóníu, hvatti ég þig að halda kyrru fyrir Efesus. Þú áttir að bjóða sumum mönnum að fara ekki með annarlega kenningar, sjáu þið. Hér hann einmitt að taka það fyrir að meðan Tímóteus var í Efesus, þá átti hann að kenna söfnuðinum og kenna mönnum að fara ekki með annarlega kenningar. Og við getum alveg séð það og skilið að Páll postuli treysti þessum manni. Fyrst hann gat verið í söfnunum í Kórintu og hjálpað þeim sem höfðu verið í þjófnaði, í kynvillu, í hórdómi, í lygum, í blekkingum, í fégræðgi. Tímóteus var ætlað að kenna þeim mönnum betri lífsmáta. Vegna þess að þeir vissu að þeir sem höfðu gengið Kristi á hönd, þeir áttu að erfa Guðs ríkið. Og það var svo mikilvægt að þeir vissu það að þeir máttu ekki villast til þess að þeir mistu ekki af Guðs ríkinu. Og Guðs ríkið hluti af þessu að trúa því að Jesús Kristur með okkur í mætti og í dýrð. Höldum aðeins áfram, og Tímóteus, hann kennir þeim í Efesus. Þú áttir að bjóða sumum mönnum að fara ekki með annarlega kenningar og gefa sig ekki að ævintýrum og endalausum ættatölum fremur efla þrætur en trúa skilningar ástöfum Guðs. Markmið þessara hvatninga Tímóteus kærleikur af hreinu hjarta, góðri samvisku og hræsnislaus í trú. Þetta falslaus í trúnni. Og svo heldur hann áfram og segir, sumir eru vikni frá þessu og hafa snúið sér til hégóma máls. Þeir vilja vera lögmálskennendur þó þeir hvorki skilji hvað þeir eru sjálfur að segja né hvað þeir eru að fullyrða. Við vitum að lögmálið gott, notið maður það réttilega, og viti að það ekki ætlað réttlátum heldur lögleysingum. Og sjáu hvað þetta merkilegt. Lögmálið þá ætlað að kenna okkur hvað það sem kallast synd. Frá lögmálinu fáist að þekkingu að þetta það sem að samþykkt af Guði, hitt ekki. Og svo heldur hann áfram. Þetta lögmál, að kenna lögmálið, það var ætlað lögleysingum, þverbrotnum, óguðlegum, syndurum
vanheilugum, óhreinum, föðurmorðingjum, móðurmorðingjum, manndrápurum, frillulífismönnum, mannhórum, mannþjófum, lygurum, meinsærismönnum og hvað það sem nú annað sem gagnstætt hinni heilnæmu kenningu. Þetta samkvæmt fagnaðarerindinu dýrð hins blessaða Guðs sem mér var trúað fyrir. Og það svo magnað að Tímóteus, hann fær innmitt þessi sömu orð að honum trúað fyrir þessum magnaða boðskap að ganga fram í því að gera Guðs vilja, ala menn upp, kenna söfnuðunum og vera eins og bergmál, vera eins og sama rödd og Páll postuli. Og þetta var ekki bara það að Páll postuli væri einstæður maður. Nei, hann var vissulega einstæður og einstakur. En hann átti að útbúa líka menn sem höfðu nákvæmlega sama lífsmáta. Tímóteus var þess vegna, ég vil ekki segja eftirherma, en hann var eins og mótaður af Páli. Hann var bara eins og Páll. Hann var sömu skoðunar, hann var sömu trúar. Hann flutti í sama boðskapinn og hann hafði sömu áhrif á söfnuðina til þess að allir þeir, þessi nokkrir, hvort sem voru ríkir Grikkir eða ríkir Gyðingar, allir fengu að vita hvaða væri sem Guð ætlaðist til af okkur. Allir fengu að sjá að við áttum ekki að vera lögmálslaus eða siðlaus, við áttum að byggja okkur upp í heiðarleika, í sannleika, í kærleika og í elsku til Guðs okkar og það samkvæmt hinni heilnæmu kenningu. Og nú skulum við skoða, þegar Páll postuli að tala við hann Tímóteus og kenna honum, að þá segir hann eitt og annað við hann og lætur hann heyra hvaða sem að telst vera eðlilegt. Í öðrum kapitúla Tímóteusarbréfsins fyrra, þá segir hann fyrst af öllu áminni ég að bera fram ákall, bænir, fyrirbænir og þakkargjörðir fyrir öllum mönnum, fyrir konungum og öllum þeim sem háttur settir, til þess að við fáum lifa friðsamlegu, rólegu lífi í allri guðshræðslu og siðprýði. Og Tímóteus, þetta skalt þú þá líka gera. Það liggur við að það þurfi ekki að segja það, enda segir Páll það ekki. Þetta skulum við hafa. Við skulum biðja fyrir því að stjórnvöld hafi vita á því að stýra landi og þjóð til góðs. Að þau leyfi fagnaðarerindinu að óma hér innan þessa lands til þess að þjóðin megi hólpin verða, fögnuð fá, kærleik veita og við mögum sjá að hún snýst frá lögleysi og inn í annan vettvang, þar sem hún fær sannarlega að vera Guði til dýrðar. Og má ekki spyrja hvort að þetta sé ekki akkurat efni sem að íslenska þjóðin þarf að heyra í dag. Og nú heyrum við svo víða hvernig menn hafa mistið í sig varðandi fé. Það sama hvort við erum að nefna sjóði eða banka eða stór fyrirtæki eða ég þarf ekki eins og að fara yfir þessi mál. Við erum alls staðar að sjá að mönnum varð á, illilega, vegna þess að það var eitthvað annað sem tók yfir heldur en sanngirni og þessi heilbrigða hugsun að leyfa mönnum að njóta þess að vera þóknanleg Guði og ganga Guði á hönd. Páll vissi þetta, þetta gamalt mál, við vitum í dag með Ísland, þetta búið að fylgja mannkyninu síðan. En svo ætla ég að fara með ykkur í þessi athyglisverðu mál þegar Páll að tala við Tímóteus. Ég ætla að fara með ykkur inn í 4. og 5. kapitúla Tímóteusarbréfsins. Ég ætla aðeins að fara líka með ykkur inn í seinna bréfið, en það er sérstaklega það sem ég vil nefna við ykkur, það er það sem Páll leggur að Tímóteusi og segir við hann. Andinn segir berlega að á síðari tímum munu sumir ganga af trúnni og gefa sig að villuöndum og lærdómum illra anda. Og við munum að Páll, hann skildi Tímóteus eftir í Efesus til þess að hann kendi mönnum að fara ekki með annarlega kenningar. Og nú segir Páll að þetta muni einkenna síðasta tíma. Svo heldur hann áfram og segir við Tímóteus: með því að brýna þetta fyrir bræðrunum muntu verða góður þjónn Krist Jesú. Og það er svolítið athyglisvert. Kenningin sem við flytjum, hún gerir okkur annarkvort að góðum þjónum eða lélegum þjónum. Og Páll alveg hiklaust á því, Tímóteus kenndi mönnum að fara rétt með orðið
gefa sig ekki að villukenningum og ævintýrum, kenndu orðið, þannig verður þú góður þjónn. Og sjáðu hvað þetta er merkilegt. Þú myndir vera góður þjónn. Og svo segir hann, en hafna þú vanheilugum kerlingaævintýrum, æf sjálfa þig í guðhræðslu, líkamleg æfing er nytsamleg í sumu, en guðhræðslan er til allra hluta nytsamleg og hefur fyrirheit bæði fyrir þetta líf og hið komanda. Og það er einmitt þetta með guðhræðsluna. Það er eins og hún sé ekki endilega upp á pallborði predikarana í dag. En ég held og ég trúi að við eigum að hafa guðhræðslu. Hvað þýðir þetta? Ungum er það allra best. Að óttast Guð sinn Herra, segir Hallgrímur. Þeim mun viskan veitast mest og virðing aldrei þeirra. Og hér eru kannski komin að því, eigum við að óttast Guð? Eigum við ekki bara elska hann? Eigum við að vera hrædd við Guð? Nei, þetta orðatildæki að óttast Guð og óttast konunginn er einmitt fólgið í því að við berum lotningu og við berum virðingu fyrir Guði. Það sem Guð segir, hans vegna og okkur til góðs, þá segir við já, svo skal verða. Þannig er óttinn fólgin í því að við viljum ekki styggja Guð. Við viljum rækta okkur upp til þess að guðhræðslan, þessi skynjun að Guð fylgist með okkur og við gerum það sem rétt er, hún nái yfirhöndinni. Tímóteus er sendur, hann er gerður út af örkinni sem erindir ekki þess að kenna mönnum að óttast Guð sinn Herra. Og Hallgrímur Pétursson, hann ómar af þessu líka og Omega, hún er einmitt að flytja þetta sama orð. Óttastu Guð og gjörðu gott og þá mun Guð sannarlega vera yfir þér og með þér. Svo segir hann, bjóð þú þetta, og ég ætla að fara með því 11. versið. Bjóð þú þetta, lát enga líta smámaugum æsku þína. Og 13. versið, vert þú þangað til ég kem kostgæfin að lesa úr ritningunum, áminna og kenna. Hann átti að vera kostgæfin að lesa úr ritningunum. Hefur lesið ritningarna þínar í dag? Eitt af því sem einkennir kristna í dag er það að þeir eru hættir að lesa ritninguna. Það besta sem þeir kannski gera, það er að þeir taka þátt í einhverjum klúbbi sem les, eða þá þeir draga mannakorn og lesa bara bút og bút. En Tímóteus, hann átti að lesa ritningarna, vera kostgæfin við það. Páll vissi hvað þetta þýddi. Leið og þú áttir að vera kostgæfin við að lesa ritningarnar, þá máttur þú einnig vita að þær myndu hafa áhrif á skoðanir þínar. Og við getum farið inn í þetta atriði því að þetta er mjög gamalt atriði. Eitt af því sem að Móse gaf sem lögmál var það að þegar Ísraelsmenn fengu konung, að þá ættu konungurinn að lesa úr ritningunum. Hann ætti ævilega að lesa ritningarnar til þess að halda sér auðmjúkum. Það er sem ritningarnar gera. Þær hafa áhrif á skoðanir okkar og hjartalag og þær veit okkur þá náð að við fáum að líta Guð í auðmýkt og við fáum að vera hans líkir. Bjóð þú þetta, ver þú þangað til ég kem, vanræktu ekki náðagjöf þína sem að gefi þér að tilvísa spámannana. Og svo kemur hérna stunda þetta, ver allur í þessu. Og 16. versið, haf gát á sjálfum þér og fræðslunni, ver stöðugu við þetta, þegar þú gjörir það myndu bæði gjöra sjálfum þér hólpin og áheyrendur þína. Og nú kannski kannst að segja, heyrðu, er bara ekki verið að boða okkur nýtt lögmál. Er bara ekki eintóma skipanir og eintóm boð, gerðu, farðu, segðu, talaðu og svo framvegis. Jú, þetta er allt í boðhætti, alveg hárrétt. Hvers vegna? Tímóteus fekk þetta sem postulatákn og þetta voru ráðleggingarnar uppeldið frá Páli postula. Og ég velti fyrir mér þegar Páll postuli bað að fá Tímóteus og Sílas til sín. Hvers vegna var það einmitt til þess að fá að móta þessa menn að hans tilstuðlan að þeir yrðu honum líkir. Og uppeldið, það hafði vissulega sitt að segja. Nú ætlum ég fara með ykkur aðeins inn í 5. kapitulan. 7. versið það segir, brýn þú þetta, eða brýn þetta fyrir þeim til þess að það séu óafinnanlegar. Og svo tekur hann aðeins eftir, ég vil því að ungar ekkjur gifti segir hann í 14. versinu. Og svo 21. versið sem er ákaflega merkilegt. Ég heiti á þig fyrir augliti Guðs og Krist Jesú og hinna útvöldu engla að þú gætir þess án nokkurs fordóms
og gjörur ekkert að vilfylgi. Eigi skalt þú fljótur að leggja hendur við nokkurn mann. Og þetta finnst mér svolítið athyglisvert. Hvað þýðir að gera eitthvað vilfylgi? Jú, vilfylgi, það stundað í kosningabaráttu. Nú eru flokkarnir að fara í alls konar kosningar og forkosningar og fara í framboð og slíkt og þá rís hver upp af öðrum með gylliboð til þess að fá fólkið sér við hlið, til þess að það fái stuðning frá fólkinu. Eitt af því sem Tímóteusi var bannað að gera, það einmitt þetta að fara ykkur til vilfylgi, að ég sem einstaklingur sé ekki að boða þá kristni sem gerir það verkum að ég fái þig bara til fylgis við mig og við séum bara vinir í stað þess að boða þá kristni sem mótar þig, sem hefur áhrif á skoðanirnar, sem gerir það verkum að þú vilt vera Guði líkur, þú vilt vera þjónn hins hæsta, þú vilt leyfa Guði móta þig, þú vilt fara úr þeim gamla vettvangi sem að þú varst í og fara inn í nýjan þar sem að dýr Guðs fær að búa yfir þér og með þér. Og þetta var það sem Páll postuli ráðlaði Tímóteus að gera. Láta ekki vilfylgið, láta ekki hópinn stýra sér og sjá hvað væri best og hvað væri eins og affæra sælast. Hvenær við fáum stærsta söfnuðin, hvenær við fáum stærstu samkomundan. Tímóteus, hann átti að koma með þetta Guðs orð á nokkurs fordóms og gjöra ekkert að vilfylgi. Og svo ætla ég að fara með ykkur til þess að svona benda ykkur á það áður en að þessum tíma eða þætti lokið, að þá skulum við fara aðeins í seinna Tímóteusarbréf 3. kapítóla, að þetta allt í samhengi, þetta tengist. Og þá segir Páll postuli þetta við hann: en halt þú stöðulega við það sem þú hefur numið og hefur fest trú á, þar þú veist af hverju þú hefur numið það. Þú hefur frá blautu barnsbeini þekkt heilagar ritningar, þær geta veitti speki til sáluhjálpar fyrir trúna á Krist. Og hér Páll einmitt á hrósunum fyrir hvaðan hann fékk uppfræðsluna, bæði frá föður og móður og ekki síður frá honum sjálfum. Og í 10. versinu, í þessu sama kafla, þá segir Páll þetta frábærlega: þú hefur breytt eftir mér í kenningu, hegðun, ásetningi, trú og langlindi, kærleika og þolgæði, í ofsóknum og þjáningum slíkum sem hafa fyrir mig komin. Svo Páll hrósar Tímóteusi fyrir einmitt að hafa brugðist við prédikun sinni á sama hátt og hann ætlast til að söfnuðirnir í Efesus, Róm og Kórintu fá að bregðast við prédikun Tímóteusar. Tímóteus var þess vegna framlengdur armleggur drottins. Hann var framlengd hönd Páls. Og þú og ég sem erum með þetta sama orð í dag, við erum bara að tala um nákvæmlega sama atriði. Ef að ég sem eldri maður fær að taka mark á því sem Tímóteusi var uppálagt og þú sem áheyrandi minn fær að taka mark á því sem Tímóteus fékk að vita, þá sjáum við alveg að það mun bara verða til blessunar hvað Guð mun gera. Og nú skulum við fara aftur í 4. Tímóteusarbréfið, það sem við vorum með. Ég heiti á þig fyrir augliti Guðs og Krist Jesú og hinna útvöldu engla að þú gæti þess á nokkurs fordóms og gjörir ekkert að vilfylgi. Svo heldur hann áfram: eigi skalt vera fljótur að leggja hendur yfir nokkurn mann, taka í heldur þátt í annara syndum, varðveit sjálfan þér hreinan. Og þá sjáu þið hvers konar helguna boðskapur kemur fram fyrir Tímóteus, að hann skyldi gæta sjálfs sín. Hann getur ekki borið ábyrgð á neinum öðrum en sjálfum sér. Hann getur sagt öðrum til, hann getur kennt öðrum, en það eru hinna að taka aganum og taka mark á því hvað prédikað er. Nákvæmlega sama og hér kemur fram. Svo segir hann, fer ég með ykkur í 7. kapítólan. Þá segir hann við okkur í 11. versinu: en þú, Guðs maður, forðast þú þetta, stunda réttlæti, guðhræðslu, trú, kærleika, stöðulyndi, berstu trúarinnar góðu baráttu, hönda þú eilífa lífið sem þú varst kallað til og þú játaðist með góðri játningunni í viðurvist margra votta. Og sjáu hvað þetta magna, að einmitt að berjast trúarinnar góðu baráttu,
Við erum ekki endilega komin í það að allt sé í logni og friði og ró í kringum okkur, þó að friður sé í hjarta og friður sé í huga. Við vitum hvað við eigum í Jesú Kristi og friður hans sem æðri öllum skilningi, varðveit í hjarta okkar og hugsanir í honum. En þá nefnir Páll þetta við okkur. Þú játaðir góðu játningunni í viðurvist margra votta. Hvaða játning er það? Og hérna aðeins neðar þá segir hann, ég býð þér fyrir augliti Guðs sem veitir öllu líf og fyrir augliti Krist Jesú gjörði góðu játninguna frammi fyrir Pontiusi Pílatusi. Gæt þú boðorðsins lítalaust, óaðfinnalega til endurkomu drottins Jesú Krists. Og ég spyr, hvaða góða játning var þetta sem hann átti að berjast fyrir? Sem hann átti að varðveita, hann átti að gæta boðorðsins, hann átti að berjast trúarana góðu baráttu og hann átti að vera Guðsmaður sem forðast að ástunda ekki réttlæti, guðhræðslu og trú. Hann varð að ástunda þetta. Þessi góða játning sem við erum að tala hana til dæmis að finna í Jóhannesar Guðspjallinu 18. kapitula þegar Jesús Kristur stendur frammi fyrir Pontiusi Pílatusi og Pílatus spyr hann og einmitt hefur orð á þessu við hann. Þú ert þá konungur, segir Pílatus við hann. Þá sagði hann Jesús honum, rétt segir þú, ég er konungur, til þess er ég fæddur og til þess er ég komin í heiminn að ég beri sannleikanum vitni. Hver sem er af sannleikanum heyrir mína rödd. Og þá erum við komin að þessari merkilegu játningu. Góða játningin fólgin í því að við játum Jesum sem konunginn. Jesús er drottinn. Tímóteus, hann kemur með þetta fram í söfnunum í Róm, í Efesus og í Kóruntu. Þetta er atriði sem Páll postuli brýnir hann að gera. Játaðu góðu játninguna frammi fyrir Pontiusi Pílatusi, frammi fyrir öllum mönnum, frammi fyrir þeim sem hátt eru settir. Játaðu játninguna þessa að Jesús Kristur er konungur, bæði konungur í minn og það er konungurinn sem skiptir öllu máli. Hver ræður leið og þú ert búin að gera Jesús sem konung. Þá veistu það að þú ræður ekki þínum málum sjálfur. Þá veistu það að þú getur ekki sagt, já ég hef bara rétt til þess að gera þetta eða gera hitt. Konungurinn ræður. Og Jesús Kristus sem konungur konunga og drottinn drottna, hann er að fara fram á það að þú afhendir honum völdin. Þú fáir að vera einn af þeim sem segir við hann, Jesús, ég vil fá að erfa Guðs ríkið. Ég vil fá að fara út úr þessu lögleysi sem í kringum mig er. Ég vil ganga inn í það að vera í Guðs ótta og í kærleika og í góðum siðum. Ég vil fá að bera þér góðan ávöxt. Til þess var Tímóteus sendur, til þess ól Páll postuli Tímóteus upp. Þannig fólk fekk að ríkja yfir söfnunum í Kóruntu, Róm og Efesus. Þú getur líka leyft þessu fólki sem á bréfsýni ritningunni móta þitt hjarta og þinn huga til þess að þú fáir að vera Kristi þóknanlegur, vera einn af þeim sem játar Jesús sem konung. Að játa Jesús sem konung er ekki bara það að þú segir Jesús fyrirgefur mér syndir, heldur líka þú tekur á málum samkvæmt orðinu. Vertu sammála Guðs orði. Biðjum saman. Jesús, þú ert konungur konunga og drottinn drottna. Við játum yfir á þín yfir okkur. Blessað okkur drottinn að við gerum vilja þinn og við séum tengd þér elskaði Herra. Því þitt ríki er ekki af þessum heimi, en tilkomið þitt ríki yfir mig og mína og ég blessa áheyrendum mína í Jesú nafni. Amen. Takk fyrir samveruna.